sæl. Herru, ég hérna startur í Reebok Fitness í Urðarhvarfi í Kópavogi og ég líka komin til að kíkja á hana Hafdísi Björk Kristjánsdóttur, fitnesskepparnar. Kíkið, sjáum hvernig hún æfir. Hérna hjá mér er Hafdís Björk Kristjánsdóttir. Hún er að fara að keppa í Arnold Classic núna í mars næstkomandi og ég er aðeins að skíknast að baka tjöldin hjá henni og mér langar aðeins að fá að vita svona meira, þú veist, að hún er að fara að stefna þessu móti sem er rosa stórt mót og hún er 3 barna móðir, hún er einn kallmann eins og þið vitið hann er undir fullri vinnu, hann kannski hjálpar ekki mikið til heima, ég veit það ekki. Ég ætla aðeins að spyrja hana hérna, hvernig gengur undirbúningur? Bara ótrúlega vel. Já, hvað æfa oft í viku? Ég er að æfa svona 12 vikur með brennslu. Hvernig gengur að samtvinna heimilið og vinnuna og svo æfingarna og undirbúningin? Það er náttúrulega ótrúlega mikið skipulag og sem hjálpaði mér er að ég keypti með svona skíðatæki til að hafa heima. Þá get ég tekið brennsluna áður en hún fer í vinnuna á búkna. Þannig ég er ekki að annars þyrfti ég kannski brennsluna og þegar hvernig er það var svona meira vesen. Eldar þú heima? Já. Eldar kattir enginn? Það kemur fyrir og sjaldan. Hver passar börn? Það eru ekki í leikskóla og... Oft er að barnagæslan hérna niðri ef ég er setjum á þeirra æfingu. En við postum okkur þannig að ég er að vinna til 2 daginn þá fer hann er alltaf kvöldum þegar það er frjáls það vaktar þeirra. Þá fer hann alltaf vinnuna bara 2 daginn og er til eftir. Þegar við förum aðeins nánar út í mataræði hans. Getur þú sagt mér svona frá einum degi hvernig hann er uppbyggður hjá þér? Þannig? Hvað borðar, þú veist, á hvern tíma og svona? Sko í niðurskurðinum og þá er þetta bara mjög basic, eða svona alltaf saman. Það er bara haframjólk og prótínsshake og hveitfræjolíu á mótnana og millimál er það omelett og prótein. Á hádeginu er það oftast lax eða bara einhver fiskur. Mér finnst laxinn eiginlega langmestur og bara grænmeti. Svo aftur í millimál er það prótein, svo kvöldmaturinn er það kjúklingur og sögum kolvetni annarkvæmt hvernig að setja kartöflur eða hrísgrjón og grænmeti. Hvað borðar það fyrir æfingar? Er það eitthvað sérstakt að borða fyrir æfingu og eftir æfingu? Já, það er bara prótein. Já. En þú pælir ekkert sérstaklega í kólefnum fyrir og eftir? Jú, það er bara, ég treysti Jóa alveg 150% fyrir því, það er þjálfarinn minn. Já, þetta er alveg að fara í því. Hann alveg bara... Hvað borðar það rétt að vera svo? Ekkert að vera fyrir í Bara kvöldmatur? Bara kvöldmatur búinn. Smá kólefnum, bara flóknum kólefnum? Koma þess að mótunum. Hvað eru keppt oft hérna heim? 2 sinnum mótorfitness, byrja þar. Og 3 sinnum í fitness. Hvað er það sem fær þig til þess að vilja fara utan landsteinana að keppa? Er það eitthvað að sína þig eða að sanna fyrir þér eitthvað? Ég er eiginlega bara svona að þetta er svona stórt úti og ég er búin að fylgjast með stelpum sem hafa farið erlendis og þetta er allt svo, ég veit ekki, það er eitthvað sem heillar mig alveg svakalega að fara út. Og upplifa bara stemninguna úti? Og upplifa stemninguna og þetta er allt svo, öll ædoli sem maður er búin að fylgja á Instagram og Facebook og svona, að fá sjálfur bara og já, ég er ógeðslega spennt sko. Já, ég átta mig alveg á því sko. Hvernig það var að hitta einhvern stóra vaxtarinn mann sko. Nákvæmlega. Það er bara að kikna þér hjá hann eitthvað? Já. Mér er ekki út sko. Svo ekki keppa. Nei. Það er einu viðbót. Þú kostar þetta svo. Maturinn, æfubótarefni, fyrir utan að það var tíman og kostnaðinn og svo er þetta svo viðgjald sportlík. Snýst allt að sjálf. Segðu mér er þetta dýrt fyrir þig? Peningalega að vera að keppa? Eitt sem ég langar að segja þetta áður, að þið segir eiga sport. Já. Maður er að gera þetta mann sjálf. Ég fann það áður en ég byrjaði og þá var ég ekkert að hugsa mig sjálfa.
hafði ekkert að gefa. Þannig að þegar ég er að hugsa mig sjálfa, setja mig svona, já, svona eigingjörn á sjálfa mig, hugsa sjálfa mig, þá miklu meira að gefa. Þannig að græða fólk í kringum mig, græða miklu meira á mér heldur en áður. Það er hárið. En já, kostnaðurinn. Ég hef mjög rosalega góð að sponsa. Það er alltaf vaxið og það er svona réttir keppni. Það fæ ég spons á Misu, svo fitnessport með fæðubótarefnin og hörðbarlega líka. Ég reyna að samtvinna það svolítið. Maður sé ekki að fara að kostna eitthvað annars líka. Og Negljur, hár, þetta er Misu? Nei, það er ég hef aldrei, ég get ekki verið með neglur. Það er bara þetta trufla mig á æfingum og ég er ekki brussa. Það er bara, ég er búin að vera með þetta í kortið, þá er þetta brjóðulag. Þannig ég kaupi mig bara í apotekinu, þú veist, á 12 kall sem ég línu bara eftir að vera svið og svo bara tekið þetta af tilbúin. Ég meika ekki neglur, ég get þetta ekki, sko. Og já, make-upið hefur bara farið til Alexandru. Og þannig að nei, þetta er ekkert, þetta er náttúrulega dýrsport sem maður er að byrja. Spíklurvíð, þetta er náttúrulega dýrasti parturinn af öllu saman. 100.000 þegar maður heyrt? Já. Bara bikini? Nákvæmlega. Það er náttúrulega eftir hversu mikið steinar það og allt svona. Svo skótnir líka og... Já. En skótnir er eitthvað sem þú veist, þér er alveg saman þú setur svona skótnir á næstu móti. Já. Bikini er svona láta þessu kannski breyta til að maður er lengi í þessu og... Það er. Svo næst, var þetta pósur, þú æfir náttúrulega pósum það ekki? Þetta er rosalega. Margrét Edda Knarra þarf að koma hingað og sýna hvernig á að pósa rétt. Hún er alveg snillingur. Það verður fróðlegt að fá að fylgjast með því. Takk fyrir spjallið þetta. Mjög ánægilegt og fróðlegt. Takk fyrir það.